Komið sæl. Þeir eru kerti sem ég svona kveikja á þeim. Það var ekki alltaf eldspýtunar bara uppbrenda. Nei, það nú einhverja reglur. Við hefum fengið texta í kvöld til þess að íhuga og hann úr öðrum kaflanum í Opinberunarbókinni. Og Opinberunarbók Jóhannesar síðasta bókin í Biblíunni og hún eiginlega mjög spennandi bók en hún líka leið mjög torskilin bók. Hún lýsir nefnilega opinberunum og sýnum sem að Jóhannes postuli fékk líklega undir lok fyrstu aldar eftir Krist og í fyrsta kaflanum þá segir Jóhannes frá því að hann hafi verið staddur á eyjunni Patmos í Gríska hafinu sem að segja skammt undan ströndum Tyrklands sem að þá var Litla Asía og hann segir frá því í fyrsta kaflanum að hann hafi séð Jesú í sýn þar sem að hann sér Jesú halda á 7 stjörnum í hægri hendi sinni og að hann sé og standi innan 7 gull ljósastikur og það kemur síðan fram þarna í lok kaflans að stjörnurnar 7 kallaðar englar safnaðanna og þá virðist vera að hann geti átt við leiðtoga þessara 7 safnaða og ljósastikurnar sjálfar þær táknuðu söfnuðina sjálfa. Og síðan kemur 2. og 3. kaflinn í Opinberunarbókinni og þeir innihalda sem sagt 7 bréf frá Jesú til þessara safnaða í Litlu Asíu sem voru nánast, eða Litla Asía var nánast sýnileg frá eyjunni þar sem Jóhannes skrifar þetta. Og það sem síðan kemur á eftir í Opinberunarbókinni eru opinberanir það sem á að gerast við endurkomu Krists á þessum síðustu tímum. Og við förum ekki svo sem meira át í það hér nú, en í kvöld eigum við að hugleiða fyrsta bréfið af þessum 7. Og það var skrifað til safnaðarins í Efesus. Og mér langar að segja ykkur aðeins frá borginni Efesus. Hún var sem sagt töluvert stór og mikilvæg borg í rómverska heimsveldinu í vestur hluta Litlu Asíu og þessi borg var heilmikið verslunarveldi vegna þess að í gegnum hana gengu eiginlega 3 aðal verslunarleiðir ríkisins. En hún var líka mikilvæg sem svona stjórnmálaleg miðstöð. Hún hafði sjálfstjórn og meira að segja kom keisarinn stöku sinnum til þessarar borgar til þess að láta reyna á ýmis álitamál fyrir rétti í þessari borg. Og í þessari borg voru ýmsar svona veglegar byggingar. Það hefur komið svona 2007 þarna alveg svo hér því að þarna var risastór íþróttaleikvangur og heilmikið og víðáttumikið markaðssvæði og svo var þarna búið að gera leikhús í hlíð fjallsins sem sneri svona í áttina að höfninni, að sjónum, með útsýni yfir höfnina og þegar maður
heyrum það, þá dettur manum bara í hug harpan hérna niður frá, sem væri kannski einhver hliðstæða hjá okkur. En mismunurinn var kannski sá að þetta leikhús það gat tekið 25.000 manns í sæti. En þeir voru samt einna stoltastir af musterinu sem var þarna í borginni, musteri Artemis. Það var glæsilegt og velbúið marmara og gullsúlum og í því var stytta af frjósemisgyðjunni Díönu eða Artemis. Þetta var stórt hús, meira en 8.000 fermetrar að stærð. Ef við erum að bera það saman við hörpuna, fyrst við erum byrjað að tala um hana, þá er harpan að ytra máli kannski 3 sinnum stærri. En hæð þessa hús hjá þeim var tæpur helmingurinn á hæð miðað við hörpuna. Þetta var mjög glæsilegt hús og hof á þeim tíma. En lífið í borginni, það snerist mikið frjósemisdýrkun og það var alls konar iðnaður og framleiðsla í tengslum við musterið. Það voru framleidd líkneski og það var heilmikil þjónusta á hofskækjum í tengslum við tilbeiðslu á Díönu og þangað gátu líka í þetta musteri ýmsir glæpamenn leitað. Ef verið var að reyna að lögsækja þá gátu þeir leitað ásjár í þessu musteri og það var svona svo griðastaður fyrir þá. Þannig að musterið varð miðstöð bæði siðspillingar og alls konar glæpaníðs. Og í þessum aðstæðum er þessi söfnuður sem Páll postuli kom á fót. Efesus söfnuðurinn, kristinn söfnuður í þessari borg sem var uppfull af þessari spillingu og þessum aðstæður sem við höfum aðeins kynnt okkur. Og svo lesum við bréfið. Engli safnaðarins í Efesus skalt þú rita. Þetta segir sá sem heldur á stjörnunum 7 í hægri hendi sér, sá sem gengur á milli gullstikanna 7, sem sagti Jesús. Ég þekki verkin þín og erfiðið og þolgæði þitt. Ég veit að þú getur ekki sætt þig við vonda menn. Þú hefur reynt þá sem segjast sjálfir vera postula en eru það ekki og þú hefur komist að því að þeir eru lygarar. Þú ert þolgóður og hefur þolað mikið vegna mín og ekki gefist upp. Og það hef ég á móti þér að þú hefur fallið frá þínum fyrri kærleika. Minnst þú úr hvaða hæð þú hefur hrapað og sjáðu að þér og breyttu eins og fyrr. Að öðrum kosti kem ég til þín og færi ljósastikuna úr stað nema þú sjáir að þér. En það mátt þú eiga að þú hatar verk Nikolaítanna sem ég sjálfur hata. Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðum. Þeim sigrar mun ég gefa að eta af lífsins tré sem í paradís Guðs. Þannig þetta bréf. Og í öllum þessum 7 bréfum þá kemur það strax fram í upphafi að Jesús veit aðstæður safnaðanna. Hann þekkir öll sín börn og hann gefur þeim það til kynna. Hann segir, ég veit þig. Ég veit hvar þú býrð, ég veit hvernig þú lifir, hvað það er sem þú ert að ganga í gegnum og hvað það er sem þú aðhefst og hvað þú ferð með í fyrir. Ég veit það, hvað þú hugsar og hvað þú segir. Og það er dregið saman í þessu bréfi, í þessari setningu, ég þekki verkin þín. Og hún er endurtekin í mörgum þeirra. Hvað ætli Jesús hefði sagt ef hann hefði ætlað að skrifa bréf til okkar? Hvað ætli hefði staðið í því?
Það hollt fyrir okkur að hugsa það. Kannski væri eitthvað hrós í því, vona ég, eins og það hrós í þessu bréfi. En það án efa líka myndi innihalda einhverja áminningu eða umvöndun, eins og í þessu bréfi. En getum við ekki bara hugsað okkur að hann hafi einmitt skrifað okkur þetta bréf? Því að það endar einmitt á þessum orðum: hver sem eyra hefur að heyra, hann heyri hvað Andinn segir söfnunum. Hver sem eyra hefur. Einhver hérna sem ekki með eyru? Það einhver með 4, já. Með að segja svona, þess að auka hvað heyra. En þó að þessi 7 bréf hafi verið skrifuð til þessara raunverulegu safnaða þannig í Litlu Asíu, út frá aðstæðum þeirra, þá leggur einmitt þessi setning áherslu á það að þau eiga erindi til allra kirkju Krists á jörðinni á öllum tímum, til allra þeirra sem hafa eyru. Þeir eiga að heyra hvað Andi Guðs segir. Þau eru til okkar ef við erum fús að leggja við hlustir. Og hann bendir á að við, eins og þeir, vorum brennandi í áhuganum í upphafi. Að við höfum fórnað mikið og við höfum lagt mikið á okkur til þess að koma fagnaðarerindinu til skila, til þeirra sem hafa ekki heyrt það. En svo fór kærleikurinn að kólna. Jafnvel þá að við leggjum ennþá mikið á okkur í ríki Guðs. Við erum út í skógáma og klippum frímerki og rekum nytjamarka og gerum alls konar hluti. Jesús varar okkur við því að ef við látum þennan fyrsta kærleika til Krists kólna, þá missum við áhrifamátt vitnisburðarins í heiminum. Og hann vill það ekki, hann vill grípa inn. En það greinilegt að söfnuður, að kristið fólk, getur haft ýmis ytri merki trúmennsku og úthalds í því verki sem unnið fyrir Drottinn, þótt kærleikurinn sé farinn að kólna, kærleikurinn til Jesú. Jesús benti þessum söfnuði á verk þeirra. Þetta var alveg frábær söfnuður. Alveg fyrirmyndar söfnuður. Og það var ekkert fullt af einhverjum hlutlausum aðilum. Stundum sagt að í kirkjum heimsins séu svona kannski 10–20% þeirra sem eru virkir og taka þátt í og þjóna og gera það sem þarf að gera, og hinir séu svona hlutlausir. En þarna virtust allir leggja mikið á sig og taka þátt, höfðu hlutverk, og það var mikið að gera. Og hann segir að hann vissi allt erfiði. Og þetta orð erfiði, það vísar náttúrulega í erfiðisvinnu eða eitthvað sem þreytandi og jafnvel leiðinlegt. Krefjandi verkefni. En þeir stóðu sig vel í þeim. Og svo nefnir hann líka þolgæði. Við munum kannski, ef við höfum lesið Efesusbréfið, að Páll skrifaði þar í 7. kaflanum lýsingu á sérstakri andlegri baráttu sem þeir áttu í. Og hann talaði þar hversu mikilvægt það væri fyrir þá að taka alvæpni Guðs til þess að berjast í þessari andlegu baráttu. Og við getum alveg ímyndað okkur að það hafi verið gríðarlega andleg barátta þarna í borginni eins og hún var. Það voru örugglega þarna ýmsar ákærur og málaferli deilur og erfiðleikar, og þeir hafa örugglega mætt alls konar mótlæti. Og Jesús hann nefnir líka að þeir hötuðu synd og illsku. Og hann hrósar þeim fyrir andstöðu þeirra við
verk Nikolaíta, sem var einhver hópur sem ekki hélt sig við sannleika fagnaðarerindisins. En við tökum eftir því að hann segir ekki þá að hann hrósar þeim ekki fyrir að hata Nikolaítana, ekki fólkið sjálft, heldur verk þeirra. Stundum það kannski ekki pólitískt rétt að hafa slíka afstöðu að vera á móti hegðun eða verkum einhvers fólks. En þessi kirkja var ekki umburðarlynd gagnvart syndinni. Hún hataði það sem Jesús hataði. Og Jesús segir þá líka standa vörð sannleika og að hleypa ekki falskennendum þá sem þóttust vera apostolar. Og loksins þá talar hann þolgæði þeirra í ofsóknum. Þeir hafa örugglega þurft að þola margt vegna Jesú. Og hann varaði lærisveinana líka við því á sínum tíma og sagði: þið munu verða hataðir vegna nafns míns. Það fengu þeir örugglega að upplifa í þessari borg. En þessi söfnuður hann gafst ekki upp og hann þreyttist ekki. Það var frábær söfnuður. Hugsið ykkur hvaða áhrif slíkur söfnuður hefði ef hann væri hér á Íslandi, hér í Reykjavík. Og þetta eru margir eiginleikar sem að ég myndi gjarnan vilja geta státað mig af. En þá kemur Jesús með þessa áminningu sem eins og áfall fyrir okkur að heyra. Það eitt sem að hjá þér, segir hann í raun. Þú elskar mig ekki lengur eins og í upphafi. Mundu eftir þínum fyrsta kærleika. Hvílík breyting. Hvernig fórstu að því að hrapa svona djúpt? Komdu tilbaka til mín og gerðu eins og fyrr. Annars kem ég og fjarlægi ljósastiku þína og telið ekki lengur með hinum söfnuðum, nema þú sjáir að þér og iðrist. Jesús setur þeim eiginlega úrslitakosti. Iðrist eða ég verð að dæma ykkur úr leik. Og hér einmitt aðalatriði í þessu bréfi. Söfnuðurinn hann getur verið frábær í ytri efnum. Safnaðarmeðlimnir þeir geta vist bara mjög áhugasamir og þeir taka mikinn þátt í alls konar þjónustu. En þeir hafa tapað sínum fyrsta kærleika til Krists. Og þegar þessi kærleikur sem að þeir áttu í upphafi til Krists fer að kólna, þá verða þeir ekki lengur að gagni fyrir Drottinn. Í Postulastsögunni þá alveg hægt að lesa Efesus söfnuðinn og það sem að gerðist þar. Og við sjáum að þegar þeir tóku trú á Jesú, þá urðu þeir algjörlega uppteknir af Jesú. Þeir vildu bara gefa honum allt. Þeir vildu leggja allt í sölurnar til þess að þjóna honum, heiðra hann, elska hann, sem að hafði frelsað þá frá syndum þeirra. Það eru margir í dag sem að dást að Jesú sem miklum kennara eða trúarleiðtoga, mannvini, miskunnsömum leiðtoga. En þetta sem ég var að nefna, það vekur engan sérstakan kærleika. Það vekur kannski einhverja aðdáun, en ekki ást, óslökkvandi, ákafa ást til þess sem að hefur bjargað þér frá dauða og dómi og glötun. Og þegar við áttum okkur á að við erum glötuð í syndum okkar og
dæmd til eilífsdauða og eigum réttilega skilið reiði Guðs vegna þess að líf okkar ekki í samræmi við vilja Guðs, vegna þess að við erum syndarar. Og fáum svo að heyra að Jesús, hann hefur fært þessa fórn, sitt eigið líf, til þess að bjarga okkur frá syndum okkar. Til þess að við fengjum að leggja allar syndur okkar yfir á hann og þiggja hans réttlæti. Þegar okkur verður ljóst að við þurfum ekki lengur að standa undir dómi Guðs vegna þess að dómurinn yfir okkur eitthvað sem Jesús sjálfur hefur tekið út. Þá vekur það slíka ást og kærleika til hans og þakklæti að lífi snýst ekki annað en að þakka honum og þjóna honum. Jesús sagði að það mætti sjá kærleika fólks á því hversu mikið þeim hefði verið fyrirgefið. Hann sagði, sá elskar mikið sem mikið hefur verið fyrirgefið. Og Efesusmenn elskuðu Jesú mikið af því að hann hafði bjargað þeim og frelsað þá frá hræðilegri synd og siðspillingu og græðgi og hjáboðadýrkun og göldrum og alls konar öðrum hlutum sem að þeir höfðu verið flæktir í. Og þeir elskuðu hann svo mikið að það var ekkert annað sem skiptið á máli en að þekkja hann, að fá að tigna hann, þjóna honum, kynnast honum, vera nálægt honum, hlusta á orð hans, fá að tala við hann. Og þeir hættu öllu sem tilheyrði gamla lífinu, göldrunum og framleiðslu alls konar happagripum sem þeir höfðu verið með og hlutum sem að höfðu haft áhrif á líf þeirra, sem að þeir höfðu treyst á ljóst og leynt. Nú settu þeir allt sitt traust á Jesú og frelsandi náð hans, á mátt hans og orð hans. Hefurðu fengið að upplifa Jesú sem frelsara þinn á þennan hátt? Manstu eftir því hvernig það var þegar þú fyrst komst til trúar á hann? Efesusmenn héldu áfram þjónustinu og erfiðinu vegna Jesú. En smám saman þá töpuðu þeir þessari áköfu ást á Jesú, kærleikanum sem að beindist bara til hans sem þeir höfðu átt í upphafi. Jesús hefur ekki áhuga á þjónustu okkar ef hann má ekki eiga okkur algjörlega. Og fyrir honum skiptir það ekki aðalmáli að við séum með rétta guðfræði eða þolum ekki syndina ef hann á ekki hjarta okkar að fullu og öllu. Slíkir hlutir eiga frekar að vera afleiðing af því að við elskum hann. Sama hvað við leggjum okkur fram í Guðs ríki, lesum og byggjum upp þekkingu, tökum að okkur alls konar verkefni. Ef við eigum ekki þessa áköfu og persónulegu ást til Jesú sjálfs fyrir það að hann frelsaði okkur frá syndum okkar, þá er hitt lítils virði. Biblían segir að Guð lítur á hjartað. Hann sér hið innra með okkur. Og Jesús þekkir okkur. Hann gjörþekkir okkur. Ekki bara ytri hlutina, verkin, heldur líka hugartelið. Og það sem Jesús þráði frá Efesusmönnum, þráir hann líka frá okkur. Innilegan kærleika til hans. Hann þurfti að spyrja Pétur 3 sinnum, elskar þú mig? Og þannig spyr hann okkur. Hvaða merkingu hefur þetta með ljósastikuna að hann ætlaði að færa hann á stað? Ég hugsaði svolítið það og þá
mundi ég eftir sögu sem Jesús sagði ljósastykku, guðspjöll okkur. Hún átti að vera ljósgjafinn í húsinu svo að hún lýsti upp vel, lýsti öllum í húsinu. Hann sagði, þið eru ljós heimsins og látið lampa ykkar lýsa svo að menn sjáu góð verk ykkar og að þið vexa með föður ykkar á himnum. Lampi okkar á að lýsa öðrum. En ljósastykkan ekki sjálft ljósið. En hún heldur ljósinu svo að það lýsi öllum í húsinu. Og Jesús ekki að segja að þeir sem að lýsa ekki lengur séu hættir að vera börn hans. Nei. Heldur hann kannski að segja það frekar að sá sem ber ekki lengur elsku hans missir tækifærið og áhrifamáttinn til að bera honum vitni í heiminn. Og það það sem Jesús vill að við gerum. Lampi sem lýsir ekki hefur glatað hlutverki sínu. Og Jesús hann mun víkja slíkum söfnuði til hliðar, segir hann. Og þá verður öll vinnan og allt erfiði til ónýtis. Því þú hefur yfirgefið þinn fyrri kærleika, sagði hann. Og hvað þá til ráða? Jú, aðeins það sem að Jesús ráðleggur til þess að geta endurheimt þennan fyrri kærleik og fara að skína og bera honum vitni. Hann segir, minnist fyrsta kærleikans. Við eigum sem sagt að rifja það upp fyrir okkur. Hvernig var það þegar ég kynntist Jesú, þegar það var mér ljóst að hann frelsar mig frá glötun, frá synd og skömm. Hann einn getur gefið mér eilíft líf, frið við skaparann. Hvernig var það þegar þetta rann upp fyrir mér? Þegar ég ákvað að gefa Jesú líf. Þegar ég bað hann að koma inn í hjarta mitt og verða frelsari. Hvernig var það? Minnist fyrsta kærleikans. Rifjum það upp hvernig það var að kynnast Jesú og fagna yfir því að fá syndir sínar fyrirgefnar. Vera frelsað Guðs barn. Minnumst þess hvað hann hefur gert fyrir okkur. Og förum aftur til þess tíma þegar við gáum okkur honum á bað. Hvenær byrjaði svo kærleikurinn að kólna? Hvað var það? Hvað olli því? Að við byrjuðum að vanrækja þennan ákafa kærleika til hans sem við áttum einu sinni. Jesús veit hvað það var sem gerðist. Hvers vegna? En við eigum stöðulega að muna það og halda áfram að minnast þess hvernig þetta var í upphafi. En það ekki það eina sem hann leggur áherslu á, heldur hitt atriðið og það að við þurfum að iðrast. Að snúa við. Að iðrast að snúa við, að breyta hugsunarhætti sínum. Hætta því sem við erum að gera og taka upp nýtt. Gerðu það sem þú gerðir áður. Og þegar við sjáum hvað það var sem að leiddi okkur burtu frá kærleika hans, þá getum við sagt skilið við þá hluti og snúið okkur til hans á ný. Og við getum tekið upp fyrri breytni eins og Efesusmenn sem að gerðu allt fyrir og vegna Jesú í upphafi. Lífið snerist bara hann. Róttækur kærleikur til Jesú gerir það. Hann leggur allt í sölurnar fyrir að fylgja honum og þjóna honum og þakka honum og gera hans vilja.
Samband okkar við Jesú svipað og önnur sambönd. Það þarf að rækja það og rækta það. Það gerum við með því meðal annars að minnast fyrri kærleika og iðrast þess sem að leiddi okkur burtu og fór að fylla hug okkar í staðinn fyrir það að elska Jesú og svo það að iðrast. Svo við getum farið að gera allt vegna Jesú á ný. Jesús ekki eins og við sem glímum við syndurt eðli. Hann elskar okkur skilyrðislaust. Hann hefur greitt gjaldið. Hann búinn að greiða skuld okkar. Við getum engu við það bætt. Og ást hans á okkur kólnar aldrei. Vegna syndar okkar, vegna glímunar við okkar syndu eðli, þá koma tímabil þegar að kærleikurinn til Jesú fer að kólna. Og við förum að lifa án þess að iðrast. Þá þurfum við að snúa við. Við þurfum nefnilega á honum að halda og þessu innilega nána samfélagi við hann. Þeim sigrar mun ég gefa að eta af lífsins tré, sagði hann. Hann heitir okkur eilífu lífi sem Adam og Evu var meinað, þeim var hafnað því við syndafallið. Þekkirðu Jesú? Hann frelsari þinn? Trúir því að hann sé sá sem hann sagðist vera? Hann hafi dáið fyrir syndir þínar? Hefurðu falið honum líf þitt og beðið hann að fyrirgefa þér og frelsa þig? Elskarðu hann vegna þess að hann elskaði þig fyrst á þennan hátt og frelsaði þig? Eða var það bara áður fyrir? Og hefur kærleikur þinn kólnað? Skulum biðja Guð að hjálpa okkur að iðrast og endurvekja þennan fyrri kærleika til hans. Skulum biðja. Drottinn Jesús, takk fyrir það að þú kallar okkur til iðrunar og þú kallar á okkur af því að þú þráir kærleika okkar til þín. Þú þráir það að við mætum kærleika þínum með því að elska þig tilbaka og vilja gefa þér líf okkar og þjóna þér af heilum huga. Elska þig og eiga við þig innilegt samband allt okkar líf. Hjálpa okkur að minnast þins fyrsta kærleika sem við áttum til þín og hjálpa okkur að greina það hvað það var, hvað það sem að dregur okkur frá þér og hjálpa okkur svo að snúa við. Taktu við okkur, fyrirgefu okkur synd okkar, fyrirgefu það að við höfum dregist aftur og ég bið þig að þú endurnýir samband okkar við þig. Já, viltu vera frelsari okkar og endurnýjaðu samband okkar við þig. Og fylltu hjarta okkar og huga með þínum kærleika og þínum anda. Við felum okkur í þínar hendur og biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himnum. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss våra skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldinautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illum, því að þitt ríkið
mátturinn og dýrðin að eilífu. Þakka þér fyrir þessi orð. Ég vona að við getum tekið þau til okkar, íhuga þau, rættu saman á eftir. Ekki síst komið aftur til Jesú. Ég beðið hann að endurvekja þessa ást. Núna þegar við tökum samskot, þá skulum við syngja í bókinni nr. 148. Þér Jesús hef ég heitið að helga líf mitt hér.